AA-bókin Reynslusögur á ystu nöf. Hann byrjaði ungur að drekka og kynntist ungur AA-samtökunum en eftir 2 ár tók að læðast að honum svo spurning hvort hann ætti nokkuð heima í þessum samtökum, hvort hann væri nú ekki búinn að læra að drekka. Hann kastaði bjarghringnum og lét sig sökkva hægt og rólega næstu 11 árin. Þeirri vegferð lauk með 5 daga útilegu og setna með margra mánaða vist á geðveikrahæli. Aftur urðu AA-samtökin bjarghringur hans og nú telur hann sig hafa öðlast réttan skilning á sjálfum sér og gildi samtakanna fyrir sig og sína líka. Ég var 19 ára þegar ég byrjaði. Ég átti á þeim tíma lögheimili úti á landi en var á vetrum við nám í Reykjavík. Þetta var ósköp sakleysislegt í fyrstu. Við skólabræðurnir, svona 3-4, splestum í eina flösku og hún dugði að mestu á einum dansleik eða dansæfingu eins og það var gjarnan kallað í þá daga. Við hertum róðurinn á þessu sviði og fyrir kom að við fengum okkur smá afréttara á sunnudögum. Á sumrin fór ég heim til mín og vann ýmis störf. Eitt af þeim störfum mun hafa haldið þessari iðjuminni vel gangandi þar sem ég var annar nikkari staðarins og brátt var svo komið að ég spilaði aldrei á böllum öðruvísi en undir áhrifum víns. Ég minnist alltaf orða föður míns heitins þegar hann fyrst sá mig í því ástandi. Farðu varlega í þessum hlutum, drengur minn, áfengið tvíeggja sverð. En ég get hér bætt við að hann var hófsmaður á vín allt til dauðadags. Að námi loknu settist ég að í Reykjavík. Ég fekk góða atvinnu hjá stóru fyrirtæki og hef verið þar síðan. Þegar ég hafði unnið á þessum stað það bil 8 ár, kom fyrir atvik sem átti eftir, þótt síðar yrði, að gjörbreyta lífi mínu. Eftir vinnu, dag einn, fór ég heim með vinnufélaga mínum og við settumst að drykkju. Þetta var yndislegt miðsumarskvöld og við drukkum lengi nætur. Ég hugðist halda heim rúmlega 5 morguninn en virðist aldrei hafa komist lengra en á grasballan undir snúrunum hjá félaga mínum, en þar sofnaði ég föstum bakkusarsvefni og svaf allt til klukkan 11, en átti að vera mættur til vinnu klukkan 9. Félagi minn tók ekkert eftir mér þegar hann fór til vinnu því snúrurnar voru fullar af þvotti. Mér var ekkert kalt þegar ég vaknaði því veðrið var yndislegt, glaða sólskin og ekki ský á lofti, en móral hafði ég djöfullegan og það sem meira var, ég tautaði alltaf fyrir munni mér hingað og ekki lengra. En hvað gat ég gert? Við hvern gat ég talað þessi mál? Þetta vafðist fyrir mér dálitla stund en sem betur fer mundi ég allt í einu eftir frænda mínum sem hafði stundað eitthvað AA og maður var alveg hættur að sjá hann fullan. Það skemmst frá að segja að eftir að hafa náð í leigubíl náði ég tali af þessum frænda mínum og eftir nokkur orðaskipti var ég komin upp á Bláaband og upp í rúm. Frændi minn sá að hringja heim til konunnar en þá hafði ég verið giftur í 2 ár og átti eina dóttur. Það var svo ákveðið að hún skildi hringja á vinnustað og segja að ég væri á sjúkrahúsi. Þegar ég hafði verið 3 daga á þessari sjálfsegnarstofnun AA-manna var ég kallaður til viðtals af ráðgjafa þessa góða heimilis, vil ég segja. Hann útskýrði fyrir mér allt í sambandi við AA-samtökin, gaf mér nokkra bæklinga þau og spurði mig hvort ég vildi ekki taka þátt í starfinu þótt ungur væri. Var ég fús til þess og var ákveðið að ég mætti á mínum fyrsta fundi kvöldið eftir, föstudagskvöld í Aðalstræti 12. Jafnframt fannst honum ég svo hraustur að ég gæti byrjað að vinna daginn eftir. Ég fór eftir þessu í einu og öllu. Ég var dálítið feimin á leiðinni á fundin, valdi krókaleiðir, en þegar inn kom hvarf ég í hópinn sem samanstóð af körlum og konum á öllum aldri, af öllum stéttum og mörg andlit kannaðist ég við. 2 menn sem ég þekkti ekkert þá tóku mig upp á sína arma, buðu mig velkomin og ég settist við þeirra borð. Mér leið ágætlega undir ræðum 3 fundarmanna. Þar talaði minn gamli góði ráðgjafi sem nú reyndar í dag eitt af mínum leiðarljósum. Á eftir var kaffi með kökum og við sem vorum nýliðar á fundinum vorum tekin í annað herbeggi til viðtals. Nú liðu vikur, mánuðir og nærri 2 ár. Við vorum komin í stærri húsakynni að Laugavegi 105, 5. hæð. Fundir voru áfram einu sinni í viku, fjöldin óx, þetta 50-90 manns á fundi. Ég hafði staðið mig í yfir 20 mánuði, en þá gerðist nokkuð sem allir skildu vara sig á. Ég fór á slaka á fundarsókninni, ég gerði mér upp fundarleiða.
Ég fór að láta ýmsa smámuni fara í taugarnar á mér, jafnvel ræðumennina og það sem þeir sögðu. Það fór að læðast að mér svo spurning hvort ég ætti nokkuð þarna heima og hvort ég myndi nú ekki vera búin að læra að drekka. Sem sagt, þegar allt blómstraði heima fyrir, heilsan hafði aldrei verið betri en áður, þá sleppti ég bjargningnum góða og lét mig sökkva, hægt og rólega næstu 11 árin. Ef ég gerir smá úttekt á því sem áður sagt, þá verður hún eitthvað á þessa leið. Ég var aldrei staðráðinn í því að hætta alveg. Mig vantaði löngun og vilja, ég var haldinn blekkingunni. Ég vildi ekki skilja að einu sinni alkóhólisti, alltaf alkóhólisti. Ég laug að öðrum en mest að sjálfum mér. Til þess að gera langa sögu stutta þá liðu þessi ár frá 1958 til 1969 þannig að drykkjan fór síversnandi og færðist mest í aukana árið 1968 og 1969. Ég var þá búinn að koma mér upp nýju drykkjuminstri, bindindi í 3 til 4 mánuði. Síðan fór fram verðlaunaafhending sem miðaðist þessi ár við áramót og ég ætla að byrja við áramótin 1968-1969. Janúar og febrúar þetta ár drakk ég hverja helgi og meira en það. Þegar kom fram í mars og apríl misti ég algjörlega stjórn á sjálfum mér. Fyrst drakk ég á hverju kvöldi en síðan fór ég að stelast úr vinnunni á barinn, kom síðan aftur og hékk ölvaður við skrifborðið til klukkan 5. 20. apríl lagðist ég í Víking og lét hvorki sjá mig á vinnustaðinni heima. Ég dvaldi eins og fínn maður á hóteli mínari viku. Ég dvaldi líka á næturklúbunum sem voru á þessum tíma að syngja sitt síðasta, enda hef ég oft sagt að ég veit ekki hvort ég lagði þá að velli eða þeir mig. Eftir 5 daga útivist fór ég aðeins að hugsa heim til minnar elskulegu konu og 4 barna sem ég átti þegar hér var komið, en ég mun hafa komið heim aðfaranótt 25. apríl, heldur ríslítill og framlágur. Daginn eftir barst mér uppsagnarbréf frá fyrirtækinu sem ég hafði þjónað í 20 ár. Ég gekk gólf í 2 daga. Ég átti afar bágt með að sætta mig við þá staðreynd að hafa drukkið fram með vinnuna, þótt ég skildi afstöðu vinnuveitanda míns vel, því ég átti ekki annað skilið. Loks herti ég mig upp og hringdi í forstjóran og spurði hvort þetta væri síðasta orðið. Alls ekki, svaraði hann. Ef þú breytir lifnaðarháttum þínum, þá getur þú byrjað strax í fyrramálið. Ég þakkaði hjartanlega og tók til við að draga fram ýmislegt sem ég átti AA-samtökin. Ég valdi mér þessa setningu, vér tókum ákvörðun. Áður en ég hóf vinnu á ný fór ég á einn AA-fund. Frændi minn ásamt konu sinni kom til mín og með þeim fór ég á opinn fund. Hann hafði frétt af líferni mínu og vandræðum og rétti mér nú aftur sína útréttu hönd. Þetta var fjölmennur fundur og ég var feiminn og niðurdreginn og flest af því sem fram fór á honum fór fyrir ofan garð og neðan hjá mér. 1. maí byrjaði ég í vinnunni. Það var af nógu að taka eftir undanfarin vinnusvik og óreglu. Allt virtist þó ætlað að ganga vel, ég var fullur kapps og vann eins og berserkur og hugðist bæta brot mitt helst á stundinni. Ég fór einnig á fundi 2 viku og reyndi að gleypa í mig allt sem ég hafði gleymt á 11 árum. Ástandið heima fyrir hafði líka lagast. Það var farið að tala við mig, en lengi vel hafði konan beitt skæðasta vopninu að mér fannst, þögninni. Nöldur, rifrildi og jafnvel slagsmál eru samanlagt ekkert á við þögnina. Manni finnst maður minna virði en lítið lúsugt blóm í gluggapotti eða ryk á teppi rétt áður en ryksugan fyrir gang. Muni þetta, elsku eiginkonur sem ennþá notið buffhamarinn. Allt virtist nú alltaf ganga vel, en þegar ég hafði unnið í rúmar 6 vikur skeði það. Ég hafði fundið fyrir því árið áður, en lét það sem vind eyrun þjóta. Ég fór að missa svefn og einn morguninn var ég svo skjálfentur að ég gat ekki rakað mig. Fljótlega fór ég að draga mig inn í skel, þunglindið var að byrja. Svona gat ég ekki verið heima, svo að mér var fyrst komið fyrir á flókadeild Kleppspítalans, en eftir 13 daga varð að flytja mig þaðan á sjálfan Kleppspítalan. Sjúkdómurinn ágerðist mjög. Ég var í fyrstu á lokaðri deild, einangraði mig eins og ég mögulega gat og var nú haldinn hinum verstu ofskynjunum. Það ég heyrði látlaust raddir sem ávituðu mig og skömmuðu. Læknar kalla þetta endurspeglun samviskunnar. Í þunglindinu og svartnættinu hugsar maður svo stíft brot sín og misgjörðir
að þær endurkastast til manns aftur. Þetta tímabil var ægileg martröð. Ég óskaði þess oft á kvöldin að ég vaknaði aldrei aftur. Konan mín heimsótti mig nærri daglega og mér var kvöl að nærveru hennar eins og allra annara. Eftir 3 vikur var ég settur á 26 manna deild með geðveikum mönnum. Sú deild var opin og ég mátti fara út þegar ég vildi og jafnvel heim á daginn, en það tókst mér ekki fyrr en eftir langan tíma. Það virtist ætla að ganga illa að lækna mig, en seinni partinn í ágúst skeiði kraftaverkið á nokkrum dögum. Ég eins og hoppaði upp úr öllu saman, svo að læknarnir urðu að gefa mér eitthvað til að gíra mig eðlilega niður. Í byrjun september var ég farin að vinna aftur, en dvaldi á spítalanum nætur út þann mánuð meðan ég var að losa mig við svefnlyf sem ég hef aldrei tekið síðan. Vegna rúms míns hér hef ég aðeins stiklað að fáu af því sem ég geti sagt veru mína á þessu sjúkrahúsi. Ég vil þó aðeins minnast þessara góðu manna sem voru með mér á deildinni. Þeir höfðu margir verið geðsjúkir allt frá fæðingu, en hér var ég geðsjúkur af afleiðingum taumlausrar drykkju. Mér fannst þetta skömm þá, en síðan hef ég lært og séð að alkohólistinn er meira og minna geðsjúkur og mikið andlega brenglaður. Ekki vil ég heldur gleyma læknunum og starfsfólki öðru sem var mér sérstaklega gott í alla staði, þótt ég kynni ekki, sökum veikinda minna, að meta það sem skildi. Lesandi góður, þú hefur hér að framan í þessari bók fengið að kynnast eðli og starfsháttum AA-samtakana. Mér langar að lokum að fara nokkrum orðum þessi ágætu samtök. Ég lít á þau sem lífgjafa minn, því ég hef bókstaflega endurfæðist fyrir þeirra tilstilli. Þau eru hafsjór af mannbætandi og þroskandi fróðleik og kenningum sem ná miklu lengra en að benda mönnum á hvernig þeir eigi að stöðva sína taumlausu drykkju, svo þeir verði að eðlilegum heilbrigðum borgurum. Þau eru einhvers á besti skóli sem ég hef gengið í og hóplækning okkar sýnir að ofdrykkjumaðurinn getur ekki fundið betri stað sér til afturbata. Það er sorgleg staðreynd að til eru hér á landi 100 ofdrykkjufólks sem ekki vil leita til okkar á þeim forsendum að slíkt sé niðurlægjandi. Við séum bara rónar, þetta passi ekki fyrir það ráði við þetta sjálft, jafnvel þótt að detti í sama drullupollin með jöfnu millibili og allt fari síversnandi. Það er komin tími til að þetta sjálfselsku fulla, helsjúka fólk lyfti hausnum upp á sandinum, þó ekki væri nema til að hætta að ljúga sjálfu sér, svo maður tali nú ekki allar legasögurnar til handa þeirra nánustu og atvinnureikendunum. Við AA-menn erum lausir við allt ofstæki, við ætlum okkur ekki að þurrka landið og höfum það sjónarmið að hver sá sem kann að meðhöndla áfengi sér að skaðlausu fáið að njóta þessi friði. Það gegnir öðru máli okkur, því við þurfum að geta hort á flöskuna með tappanum í, eins og einhvern óviðkomandi hlut. Fyrir okkur er áfengið eins og sykur fyrir sykursýkisjúkling. Við þurfum báðir að forðast eitrið, hvor á sinn hátt. Við reynum eftir mætti að hjálpa þeim sem þess óska og vilja. Við höfum reynsluna eins og saga mín ber vottum. Ef þú sem þessar línur lest finnur þig vanmáttugan og átt í erfileikum, þá skaltu prófa leiðir okkar í fyllstu einlægni. Minnstu þess að þú upphefur sjálfan þig með því að koma á AA-fund, en það er aftur á móti sorglegt að sjá þig slagandi, illa til hafðan, þrútin og jafnvel skítugan veltast út af börum og veitingastöðum. Ef þú getur snúið löngun þinni og vilja í jákvæðan farveg, myndu sigra. Ekki vil ég gleyma að minnast hinna mörgu góðu vina sem ég hef eignast innan AA-samtakana. Þeir hafa stappað í mig stálinu og fundum og utan þeirra og þakka ég þeim af alhug. Þeir eru hinnir sönnu vinir, en drykkjuvinina forðum hef ég fyrir löngu afskrifað. Að síðustu þetta, það er engin táradalur að vera ódrukkin, því þar sem ofdrykkjunni sleppir, þar hefst eðlilegt fagurt líf. Ég bið til Guðs að mega vera ódrukkin það sem ég á eftir ólifað. Ég bið þann einnig að hjálpa þeim sem ennþá eru í myrkrinu og vísa þeim leiðina til ljóssins.